hafið göngu sína þennan 50 daginn. Eins og þið kannski takja eftir að þá byrjum við ekki á þjóðsögnum og byrjum fólkum að rísa á sætum fyrir manni þjóðarinnar. Því að maður þjóðarinnar að eigin sögn í prófum. Ég veit nú ekki hvort hann sé maður þjóðarinnar, en Hjörvar Hafliðason allavega ekki með mér í dag. Hann að læra undir próf og fékk því frí í dag. En þið þurfum ekki að örvænta kæru hlustendur því að hún komin inn að til mér, hún Þórunn Antonía, og ætlar að sitja hér í hans sæti næstu 2 tímana. Vertu velkomin, Þórunn. Takk kærlega fyrir. Hvað segirðu gott? Ég bara hress. Nei, ekki. Það alltaf hressand að fá kvenmann hérna í þetta stúdíu. Já, það ekki. Jó, það er hrútalikt hérna. Já, það nett pungalikt hérna, sko. Því miður. Ég sagði ekki pungalikt, það hrútalikt. Hvernig hrútalikt? Það bara svona óþrifnaður og strákalikt. Já, bara svona sviti og viðbjóður. Blanda af alls konar. Já, það svona. Við þurfum að taka til hérna, þetta reyndar, sko, þetta hérna hátíð við hliðin á stúdíun hjá X-inu, sko. Það bara eins og einhverja sprengjaði sprungið þar, þannig. Þetta nú ekki óstyrtilegt hérna, þó sé kannski, það ekkert vond lykt inn það. Ég bara djóka. Nei, ok. En allavega virkilega hressandi að fá kvenmann hérna, og við Þórunn ætlum að vera með okkur til 6 í dag. Og það þétt dagskrá hjá okkur. Við ætlum að, það eitt sem ég ætla ekki að segja strax, Þórunn. Okay. Ég meina skemmtilega pælingu sem ég langar að láta það gera á eftir. Þú lumar alltaf á einhverju svona surprise. Já, þetta svona, ég nefnilega ekki vissum myndi vilja taka þátt í, ég myndi segja þetta fyrir það. Ég ætla þess að bíða með það. En það svona fíblaskapur. Svo ég ætla að nýta hérna, þú getur talað eins og barn. Manstu, þú dróðast hérna síðast. Talaði nú teiknimyndir sem barn. Já, og svona, hvernig talaður út lítil krakki? Já, gefa þér hljóðdæmi. Já. Hæ, ég heiti Þórunn Antonía, ég heiti með eitt blöð í útvarpinu. Það eitthvað skeri við þetta. Ég myndi bara hrættur ég væri þunnur, held ég. En við ætlum að nýta þennan hæfileika hennar Þórunnar hér seinna í þættunum líka og láta barnið hringja. Flottulega keppnin á sínum stað, þannig að þú ert að hugsa þér eitthvað flott lag, Þórunn. Ok. Þú ert að keppa við kallinn. Svo ætlum við að fá 5 hluti sem við vissum ekki Þórunn Antoníu. Og sturlaðar staðreyndir á sínum stað. Já, ég glemdi að segja þér, þú ert að vera búin að hugsa það fyrir á eftir. Ef þú ert að alast upp með dýrum, hvaða dýru þú myndir vilja alast upp með? Þú ert ekki að segja mér það núna, en ég spyrir þú eftir. Þannig að þú mátt byrja að hugsa það. Þannig að við erum með þétta dagskrá hér í dag. Það verður veistla, ertu ekki hress annars, Þórunn? Jú, ég rosalega hress. Já, ég sá eitthvað daginn og las ég að það var að reyna að blekja þig. Þú ert að leita þér íbúð, ekki? Já, ég lendi í mjög fyndnu dæmi. Ég sem sagt búin að vera að leita mér íbúð í miðbænum í svolítið langan tíma. Ertu að leigja núna eitthvað? Já, ég er að leigja með vinkunum minni og hérna. Ok, ósætti þar? Nei, hún er alveg... Þú þarft að komast út? Nei. Þú hefur ekki ákvað að vera þar lengur? Ekki er þannig. Nú, akkur en, þú varst að segja mér nú yrðir að fara að finna þér íbúð? Hvað kom upp á? Það kom ekki upp á, hún bara, við búum hana í miðbænum og hérna á samt 12 ára dótturinnar og fullt af dýrum og kærtanum hennar. Fullt af dýrum? Alls konar, já. Hvað mikið af dýrum í íbúðinni? Það er einægð eðla á sæðinu. Eðla? Já, svo eru 100 Newton. Já. Nokkri gullfiskar og hérna, svo vorum við með kött en hann er farin í smá heimsókn. 100 köttur, gullfiskar og er ekki, svona með fullri virðingu fyrir vingun, er ekki vond lykt í íbúðinni? Nei, alls ekki. Ekki? Nei, hún er víst. Vel lyktandi. Ég er ekki eins og þetta að flýja, hvað er þetta bara eitthvað dýragarður? Nei, alls ekki. Ég er að stríða. Komin tíma að ég hérna finni mér eitthvað. En eðlu, er fólk mikið í því? Það er með eðlu á heimilinu? Ég veit ekki. Nei. Ég er ekki múin að taka út skoðanakönnuna því, nei. En ert þú að leika að við hana? Hvað gerir maður að mála eðlu? Ég held að þetta veri dauð eðla, bara þannig að ég var búin að búa hann í svona styrka mánu þegar ég sá hann loksins hreyfa sig. Já, ok, þannig hún gerir ekkert? Nei, ekki neitt. Bara eitthvað punt? Já, þannig séð. Já, en ok, svo klárin nú að þá ert að leita íbúð og... Ég er að leita mér íbúð í 101, þannig að þið vitum eitthvað endilega sendið mér línu. Já, það eru með eitthvað handinni. Ég sem sagt sá auglýsta á Barnalandi. Má ég spyrja einu áður fyrir minni það? Já. Verður þetta verið, ertu svona, ég fer ekki út bænum? Verður þetta verið 101 með það? Ég sem sagt ólst upp í 101. Já. Og hérna þykir vænt það hverfi og vil helst vera þar, en ég er líka tilbúin að skoða eitthvað í 107 eða 105. Vá, það er ekkert annað. Það er alveg til ég að fara að það út í sveit. Ég er ekki með bílpróf og kann vel við mig í 101. Já, þú er ekkert að labba og hjóla. Nákvæmlega. Okay. En hjólið mín var stólið, þannig ég get ekki hjólað lengur. Bara labba? Já, bara labba. Ok. En hérna, já, svo við gerum hérna... Já, ferð á Barnaland. Já. Það var sem sagt fann ég hérna fullkomni íbúð á Barnalandi, óbúrslega smekklega og fallega allt inn í fallið og á viðræðanlegu verði sem var svolítið lágt svona meðlöf miðbæinn og ég er svona verður spennt yfir þessu íbúð og sendi sem sagt manninum e-mail. Hann er enskur, hann segist hafa keypt íbúðina handa dóttur sinni sem var að læra á Íslandi
en hún sé komin tilbaka til Bretlands og sé að fara eignast barn og hann sé að fara að verða afi og ég veit ekki hvað þetta hljóma útskýrir alveg helling yndislegasti maður í öllum heiminum og ég náttúrulega trúi á það besta í fólki en ég svona bara, já, heyrðu, kannski er ég búin að detta bara inn á þrjá gullnámi þarna, bara æðislegt sendur e-mail og byrja þarna í einhverjum e-mail samskiptum við hann og hann útskýrir að hann sem sett búi í Bretlandi og geta ekkert verið að ferðast neitt til Íslands til þess að sína mér íbúðina okay. Þannig að strax orðið dubjúst þá já og ég svona og hann var grafískur hönnur 58 ára gamall og þannig að hann ætlaði að nota sem sagt fyrirtæki sem heitir TNT sem er bara alþjóðlegt fyrirtæki eins og bara svona pakkafyrirtæki sem senda bara svo DHL og já, alls konar þannig og hann útskýrir það að ég þurfi sem sagt að hann muni senda mér lyklana og nota TNT sem milligangu svona lið í þessum viðskiptum þannig að ég myndi sem sagt bara leggja inn á reikning á þeirra vegum upphæðina og myndi sem sagt hafa 3 daga til þess að ákveða hvort ég vildi íbúðina eða ekki og hann gæti ekkert snert peningin fyrir hann að, þú veist, ég væri búin að taka ákvörðunina. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, var svona smá dúbjust, þannig ég fer bara inn á já.is og slægi inn heimilisfangið á eigninni og hérna ringi bara í nágrannina. Það var einn lögmaður og kveikmyndagerðar kona sem ég spjalla við og bara svona spurði hvort þau könnuðust við þennan mann eða stelpuna sem bjó þarna eða eitthvað slíkt. Það kannaðist enginn við neitt. En það var líka, sko, þú veist, þetta var A- og B-hús og þú veist, það voru fleiri, sem sagt, þetta var, sem sagt, fleiri íbúðir en þannig ég ringi bara áfram og fæ bara engin svör, þannig ég ringi TNT á Íslandi. Og ennþá er ég alveg bara svona, já, kannski er þetta samtali legit, þú veist. Nei, fjandinn. Já, fjandinn hafi að það var það samt ekki, en það kom í ljós að þetta var bara svindl. En það sem að ringdi fyrstu viðvörunarbjöllunum hjá mér var það að þetta var grafískur hönnur sem með Hotmail-account. Já, ok, það reyndar strax ringir einhverju bjöllum. Já, þá vinnum við tölver allan daginn og nútíma tækni. Þú ættir allan að vera komið með. Já, þú ættir að vera komið með mail, sko. En það var einu svona fyrir illa með mig. Ég fór einu svona fótboltaleik sem að, já, ég keypti með á fótboltaleik með United sem að voru ekki til í alvörunni, þannig ég þekki þetta sem er kannski bara ágætt því að það hefur tapað. Fáum Kanye West og Click. Þetta er Kanye West hér með Click ásamt Jay-Z. Við erum hér með ykkur, ég, Auðun Blöndal og Þórunn Antonía og verðum hér til 6 í dag en það er komið að slúðri. Hvernig líst þið það, Þórunn? Bara ágætlega, ertu með eitthvað djúsi? Nei, veistu það, ef ég var alveg henskilin þá er ég ekki með neitt djúsi en ég er með svona allt í lagi, svona, veist, fínt að hlusta. Það er enda að byrja á íslensku slúðri að Sim og Jói, þeir eru hætt á bylginni. Já, þetta er bæðin á Vísi og DFF, síðasti þáttur þeirra er núna eftir, 2 vikur. Laugardaginn eftir 2 vikur, leiðilegt að heyra það. En förum svo hér í, slúður frá Bandaríkjunum. Ryan Gosling viðurkenndi í viðtali nú á dögunum að hann har alltaf verið gríðarlega skotinn í Britney Spears þegar þau voru saman í Mickey Mouse Club. Þau voru sem sagt saman hann þegar hann var 12 ára og hún var 11 ára og hann segir að hann har alltaf verið virkilega skotinn í henni. Þau voru mikið í flöskustút og einhver svona kossalegjum, ég held að það sé svona eins og Kiss-Kissið út af. Fórstu einhvern mann í hann? Já. Hvað var svona vinsalasti kossalegurinn hérna í Reykjavík? Kiss-Kissið út af, það var svona ABC. Já, það var líka á króknum, sko. Kiss-Kissið út af, en það var maður að vera tilfæra þetta ABC-dæmi svolítið, þú veist. Já, hrikalega daburt að, þú veist, þegar maður lendi á stúlku sem ást kannski svolítið skotinni. Já. Kiss-Kissið út af. Ok, frábært. Það var líka ein mynd í helviti. Já, það var líka, þá fór maður í einhvern skáp og eitthvað. Já. ABC, það var ekki A, var það ekki kossakinnina, B munnin og C var franskur. Já, en samt, þú veist, þegar maður var 12 ára eða eitthvað, þú veist, það var þetta kannski kossahendina, kossakinnina, kossamunnin. Þú veist, ég var ekki að grófi í þessum leikjum, sko. Það er ógeðslegt að fara í sleik í fyrsta skipti. Já, sko, þetta var það frjálst í okkur og Söðugorgi, við vorum komin í A, B, C, D. Ég er mjög fyndna sögu að því ég fór samt í sleik í fyrsta skipti, sko. Nú? Ég mjög að dömpað af mömmu, sko. Var þið dömpað af mömmu? Já, fyrsti sleikurinn sem ég fór í, ég var í Tónabæ og gaurinn baði mig að vera kærastan sín og ég bara, já, ok. Og hann bara hitti mig að morgun kl. 4 fyrir utan skólan. Nei, fyrir utan Tónabæ. Ég fyrir skólan og ég brákaði með hnésskiluna daginn eftir. Þannig ég komst náttúrulega ekki að hitta nýja kærastan og var heldur ekki það spennt fyrir því. Nei, ég heyrði það. Bara slís og allan daginn. Svo kem ég heim bara með gifs, þú veist, frá ökla upp á læri. Og þá bara fæ ég símtal frá mömmu. Bara já, hann Ölli ætlar að hætta með þér. Frá mömmu hans? Já. Nei. Jú.
Þannig mér var Elli, hvað ert? Já, Elli. Þetta Ölli, voru Garðabænum. Já, ok, Ölli, þú ert að hlusta, þetta er náttúrulega ekki hægt, sko. En, já, allavega, þá var Gosling mjög skotin í Britney, hann er nú ekki skotin í henni lengur, enda með Evu Mendes sem er ágætis kvenkostur. En þau voru, ég herri þetta myndaði öllum saman, þetta var ágætis hópur, þetta var Justin Timberlake. Kristín Aguilera? Kristín Aguilera, Britney Spears og Ryan Gosling. Sko, hérna myndaðum, þau voru 7 í þessum hóp, greiði heim 3, þau hefur ekki alveg meikað eins og hérna vinir okkar. En svo er það, já, svo er ég líka með slúður af Ryan Seacrest, en það var illa að fara með hann í vikunni, hann var fórnalamb, það er verið að hrekkja alla stjörnendur í Bandaríkjunum núna með að hringja í, sko, 911 og segja þessi búið að brjótast inn hjá þeim, og þeir ná að feika símtölum þannig eins og hún sé að koma úr íbúðinni. Okay. Þetta er einhverju grallarar sem eru góðið með síma eða tækni eða eitthvað og Ryan Seacrest hann lenti í þessu núna á miðvikudaginn eða í gær og það hafa nú fleiri lenti í þessu eins og Rihanna, Miley Cyrus, Selena Gomez og Justin Timberlake. Þá eru semst einhverjir óbrotnir náungar sem eru að syngja og ljúga þessi kviknað í heima hjá þeim eða sé verið að ræna húsið þeirra. Já, þannig að löggan mætir á svæðið og þá bara kannast enginn við neitt og þá er þetta er samt svona úlfur, ég meina löggan getur ekki annað en tjekka. Nei, Svo loka slúðrið hérna það er af P. Diddy og Kate Upton. Kate Upton er þess að 20 stúlka sem var framan á Sports Illustrated núna í ár og já, er búin að vera 2 ár í röð framan á Sports Illustrated. Það er svona einhver forsíðu stúlka og hún er 20, hún er víst eitthvað að hitta P. Diddy þessa dagana sem er 43 ára. Þannig að það er 23 ára aldursmunur þegar þau sáist kissast á einhverju skemmtistæði í Miami og sáist fara út að borða saman í New York. Þau eru reynda bæði búin að twitta það sé ekkert til í þessu og þau séu bara vinnir. Þannig að ég veit það ekki. Hvað finnst þér það, Þórinn? Að hún sé 20 og hann 43 eða allt í lagi? Já, ég veit það nú ekki. 20, það er kannski fullt ungt. Já. Ef maður er 25 ára og hann, þú veist, mér finnst ekki með eftir 25 ára er svolítið, það mætti deyta gamla menn. En 20 og 43 er ómikill munur, þó að sé P. Diddy. Ungir hotboys heitar en hann. Já. Ég vona það. Þetta var slúðupakki dagsins og það sem stóð upp úr er að, já, fyrsti strákurinn sem að Þórunn Antonía fór í sleik við dömpaði henni gegnum mömmu sína. Fáum eitthvað smá auglýsingar. FM 957 kynnir í samstarfið við Túborg og N1 Keflavík Music Festival. Stærsta tónlistarhátíð ársins verður haldin öðru sinni dagana 5. Eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðja, Grensásvegi. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. 7 kraftmiklir miljardar. Potturinn stefnir í 7.000 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Túborg kynnir krabbugöld á bara 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. FM 95 blö á FM 957. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 957. Þetta eru will.i.am og, já, Justin Bieber með lagið That Power. Splungun nýtt hér á FM. Hvernig fílar Justin, Þórunn? Ertu að beliefa? Alltaf læg, sko. Já, engin gríðalugur átandi, eða? Nei, þetta er bara bad. Já, en hann er samt að skána sem tónlistamæður, eða ekki? Allavega, mér finnst lögin sem eru að koma fram í dag svona aðeins betri heldur en þau sem voru hérna áður fyrr. Já. Já, ég sé þetta ekkert að skýti þau spennu en svona er þetta, þú ert greinlega ekki að beliefa. Ekki beliefa? Nei, en þú skalt fara að vallega þegar þú talar Justin Bieber svo aðrir heyrið því að það er Já, hann á aðdáendur hann úti, bæði hann og One Direction. Verða brjálaðir ef maður segir eitthvað um það, sko. Já, þeir eru ekkert að taka létt í það eða rakka niður þeirra uppáhalds tónlistamann, sko. Ég er hrifnari af hinum Justin Timberlake. Já, ég er enda sammála því. En Justin Bieber, hann er svona komið til, samt. Já, já. Gefum hann það. Það steytist hér í að ég ætla að rekja Þórunn aðeins og já, ég útskýra fyrir ykkur bara þegar við förum í rekkin hér eftir öllskamma stund. Svo Þórunn veit ekki hvað að fara í. En já, Þórunn, ég baði á þennum að hugsa ef þú
hefur átt að alast upp með dýrum. Ég er búinn að spyrja sem sagt Hjöbba og Egil og fleiri. Þetta sem sagt að því að í Sturlunum staðreyndum þá er talað að það eru einhver 100 mann sem hafa alist bara upp með dýrum. Það fekk mér svona til að hugsa hvaða dýrum maður myndi vilja alast upp með og þá er ég að tala að þú væri samt eins og þú ert í dag þau væri öll viniðinir og eitthvað. Hvaða dýr hefði orðið fyrir valinu hjá þér? Sko, má ég segja heimilisköttur? Hafður þau vilja alast upp með fullt af köttum? Það er eitthvað bara ógeðslegt. Ég meina bara einni læðu sem eignast 4 kettlinga eða eitthvað, það verður alltaf næs. Og hún væri svona mamma ykkar allra? Þá get ég actually bara búið undir þaki, bara í venlulegu heimili. Það er eitthvað bara þannig að þú hefði viljað alast það bara upp bara einn í 101 og bara einhver köttur sem er mamma þín. Það er alveg skelfilegt. Akkur er ég einu sem segir tígristýr eða eitthvað svona töff? Ég ætla að segja tígristýr, en þá þarf ég eitthvað að ráðast á einhver dýr og býta. Nei, þú ert ennþá bara þú í dag. Já, ok, þá myndi ég segja klárlega ljón eða tígristýr. Ok. Sólinni og láta ljóninu bara ná í láta degra hans við. Fyrir mig. Já, það reyndar, það var háæta. Já, ég fíla samt carpaccio og svona. Ok, það geta alveg sloppið. Já. En köttur sko, Hjöbbi sagði api, sem að mér finnst alveg ömulegt svar. Ég held að það sé ekkert gaman að alast upp með öpum. Jú, ég elska samt apa, sko. Já, ég meina það fíla til apa í jakkafötum í sólgleru, en þeir eru ekkert bara í því, sko. Eitt af því fyndnasta sem ég veit eru dýr í fötum. Já. Nema ég fíla ekki að sjá hunda og ketti í fötum. Það er eitthvað svo... Ég klæddi hundinn sem ég bý með í sokkabuxur og hælaskó í síðustu viku. Já, það er alveg svona flipp. Þá er ég að tala sko, mér finnst eitthvað sorglegt við að sjá hund og það er búið að kaupa handólum einhverja svona hundapeysu í einhverja svona merkjabúð. Það finnst mér alveg skelfilegt. En auðvitað er ógeðslega að fyndi að sjá hund í leðujakka eða eitthvað svoleiðis. Það er alltaf hann dæmi. En ekki föt sem að sem sagt, ég vil ekki sjá hunda og ketti í fötum sem er búið að hanna á þau. Nei, ég klæddi hundin sem ég byrði með í pels af mér daginn, það var líka mjög fyndi. Ok, það er alltaf gott flip. En já, þannig að það er köttur, þú samt breytir eða í tígristýr. Ég samt eiginlega hlébarði. Hlébarði? Hlébarði. Já, það er reyndar. Það er langmest töff. En þú er alveg stuð með blettatíg. Eða svona læker. Getur þú mjög snögg að hlaupa. Læker? Já, blanda tígristýr og ljónís. Það er til, læker. Já, það er rosa gaman að googla svona crossbreeds. Já, ertu svolítið í því? Já, ég get verið tímunum saman að googla crossbreeds og alls konar. Alls konar svona? Já. Ég kafa djúft á interneti, sko. Já, crossbreeds og læker, já, það er sem sagt Lion og Tiger, það er ágætisvar, ég geði það. Ég ætlum að fara hér í Rudimental, svo ætla ég að stríða Þórunni hans, syngja hér út í bæ, eftir örskamastund. Þetta er mjög flott lag. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Á FM 957 og hún situr hérna beint á móti mér, Þórunn Antonía, söngkona með meiru. Ertu leikkona líka? Stundum. Þú ert ekki lært leiklist eða? Nei, ok. En já, vissulega, leikkona, náttúrulega leikið Steindónum og svona. Já, fórskapappi minn er leikstjóri í Þjóðleikhúsinu. Og pappiðinn er tónlistarmaður, þannig að... Ólst upp í... Þú ert listaspíra? Já, myndi segja. Það sem ég ætla að gera núna, ég vildi ekki segja þetta fyrir þátt, að þetta er svona skemmtilegra ef þetta er svona pínu surprise. Ég veit ekki hvað það er með mig, en mér líður oftast best þegar ég fæ fólk sem eru gestir hjá mér, eða gestastjórnendur, til að líða illa. Þú elskar að láta öðru fólki líða illa. Það ertu kannski einhleipur, eins og við rætt á þau. Já, kannski góðið punktur. Getur verið ástæðan því að mér líður bestur og öðrun líður illa. Nei, ég ætla að vona ekki, en þá er ég að tala um svona kjánalega illa. Ég vil nú ekki að þið líði illa í hjartanu, en svona kjánalega illa, því að ég er með pælingu núna, sem ég ætla að reyna að dobla því. Ég er með númer hérna. Bæði á hárgreiðslustofum, önnur í Sandgerði og hinn í Keflavík. Svo er sikkert með 2 sundlaugar, Eskifirði og Akureyri. Svona, þetta er aðeins út á landi. Og mér langar að ringja núna segjum bara ég byrja að ringja hérna í hárgreiðslustofu og ég ætla að vera með lagið þitt Too Late, alveg svona undir í botni. Þannig að það heyrist vel í því. Svo þegar hún svarar hárgreiðslustofunni, segja það bara hæ, þetta er Þórunn Antonía, býta aðeins að lækki mér. Þá lækka ég í laginu
og þá ert þú að segja, sorry, ég að remix heit slagarann minn, hvenær lokar ég okkur í kvöld? Ertu bara, hvenær lokar ég okkur í kvöld? Þannig að þú vart basically að segja þetta, ég ætla að lækka þessi sjálfur mér, svo bara, sorry, ég að remix heit slagarann minn, hvenær lokar ég okkur í kvöld? Ertu til í þetta? Þú að prófa þetta? Hef ég eitthvað neitunum aldrei hérna? Nei, reyndar, þú hefur eiginlega alltaf verið til, sko. Má ég sjá, ok, já, ég set bara lagið í gang þegar þetta pínu erfitt að gera þetta inn í beinni. Má ég sjá, múlið að setja hérna, ringja í Hárgrímsstofuna. Hún heitir Draumahár, fínasta nafn. Ekki það ég sé á leiðinu þangað. En, ok, erst þú klár? Já. Draumahár. Já, góðan daginn. Ég heiti Þórunn Antonía. Afsakið, ég ætla aðeins að lækka inn í sjálfur mér. Já. Ég að remixa slagara, enn eitt slagara. Hvenær lokar hjá okkur í dag? Herru, lokum 8. Herru, frábært. Ég hringi kannski eftir og eftir. Hvað segirðu? Ég hringi þig aftur og eftir, kannski. Takk fyrir. Já, það búið þetta símtal og... Alltaf því ég kemur í heimsók, það lætur mig eitthvað landsbyggðardjók. Ég vil ekki fara út á land í sumar. Þetta nú bara í Reykjanesbæ. Þetta nú bara einna rétt hjá, sko. En svo ég ætla að tjekka hérna sundlegin á Akureyri. Og þetta það sama, þú vart að segja það sama. Og verður aðeins montnari. Verður svona, ég að remixa hérna neitt slagaran. Hvernig lokar sér þetta? Sundlega Akureyri. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heiti Þórunn Antonía. Afsakið, ég ætla aðeins að lækka hérna í sjálfur mér. Ég að remixa enn eitt slagaran. Hvenær lokar hjá okkur í kvöld? Við lokum klukkan 9 í kvöld. Herri, frábært. Takk kærlega. Já, lítið. Já, búið að skella það þarna. Þessi liður virkilega skemmtilegur. Ég veit ekki hvað hann heitir. Þetta sko, mér finnst bara eitthvað við það. Það eitthvað svo ömulegt að vera að syngja fyrir mig sjálfa sig í botni eitthvað. Herri, þetta Þórunn Antonía. Ég ætla aðeins að lækka mér. Hvernig lokar hjá okkur? Þetta var hressandi fyrir mig. Múnandi var þetta hressandi fyrir ykkur hlustendur. Ekki var þetta hressandi fyrir þig, Þórunn. Nei, Jó, lúmskaman að samt ekki. Þú náttúrulega leggur mér alltaf í svo gróft einhelti ekki um haustíðina. Ég bara pæli að... Nei, þetta er hressandi. Ég er að challengea þig. Já, þetta er gott. Þetta er gott og við skulum fá hér talandi hressandi. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. smótni hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Í sambandi við nafn, síma og heimilisfang fólks og fyrirtækja. Láttu já.is vísa þér veginn í tölvunni og í snjallsímanum. Já er svarið. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Viltu vinna ótrúlega yfirgnæfandi agalega opposlega mikið af peningum? Potturinn stefnir í 7.000 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til 4. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. FM 95 Blu. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Hlusta hér á FM 95 Blu. Hjörvar Hafliðason, maður þjóðarinnar, hann eins og hann kallar sig sjálfur, í prófum, en Þórunn Antonía situr hér í hans stað og verður með mig til 6 í dag. Styttist í flottulega keppnina, ég ætla að láta Þórunni ringja sem smábarn hér á eftir. En það eins og, já, svo líka 5 hlutir sem við vissum ekki þig. Já. Og þú veist að það áttu bara eitthvað svona sem þú hefur ekkert rætt áður, skilur. Ok. Til dæmis eins og, það svitalikt að mér. Erfiðar minningar ræsku eða eitthvað þannig? Já, eða eitthvað svona skemmtilegt ræsku eða eitthvað. Það er mjög gott. Eitthvað sem þú ert tilbúin að leysa frá.
En það hins vegar komið að sturlum staðrendum hér í FM 95 Blö. Vona ég að fólk að noti sig jafn spennt yfir því og ég. Þú fílar sturla staðrendur, ekki? Ég er mjög hrifin að sturlum staðrendum, jú. Gaman að heyra. Þá skulum við fara hér yfir. Ég er með 10 stykki eins og alltaf. Og við byrjum hér á fyrstu sem er 70% fólk þolir ekki vinnuna sína. Wow. Já, þetta var svolítið hátala að mínum mati. Já. En ég hef nú alveg verið í nokkrum vinnum sem að mér hefur ekki fundist alltaf gaman í. Nei, ég líka. En það fer eiginlega bara rosalega eftir móral. Sko, veist, ég get alveg verið í vinnu sem að mér kannski ekki alltaf skemmtilega ef það er skemmtilegt fólki í kringum mig. Já, ég er alveg saman að því. Já. Erfiðasta vinna sem ég vinniði var því ég var á elliheimili þegar ég var unglingur. Já, erfitt. Það var rosalega gefandi og gaman, sko, en ég tengdist gamla fólkinu sem er tilfinningaböndum og ég var bara grenjandi allan daginn í vinnu. Okay. Þau voru alltaf að deyja. Já, ég skilji. Það er ekki nóg gott. Ég hef aldrei verið í vinnu þar sem ég var að missa vinnu mína sem betur þeirra en... En þau voru ekki alltaf að deyja, þú veist, þau dói náttúrulega, þau var elliheimili og þau voru gömul. Já, það er bara svona gangur lífsins. Já, ég gat það ekki, sko. Nei, ég er svona, sko, þetta er eins og, já, Vurt, ég var þar alveg í 2 ár á lager. Já. Mér hefði fundist ömurlegt nema það voru svo mikið skemmtilegur strákum að vinna þar. Já. Þannig að þá fannst mér ekkert svo leiðilegt. Þannig að vinnan sjálf... Já, vinnan var kannski ekkert að gera, nei, þetta fer allt eftir moral. Já. Svo er það hér, næsta, kvenkyns ljón sér 90% af öllum veiðum hjá ljónum og er mun meira með ljónsungunum líka. Þetta er sturlu staðrind. Áttu nokkuð konur sem eru í ljónstjörnumerkinu líka? Ég veit það ekki. Það var ég vondum málum. Ertu í ljónum við það? Já. Ok. Já, þetta er, hvað er, sko, hann á að vera konungur dýrana hann? Hann er bara letingi. Já, hann bara liggur að sleikja sig bara. Þetta er lúksuslíf á hann, hún sér allt greið. En svo er það næsta. Fílar halda oft áfram að standa eftir að þeir eru dánir. Sturlu staðinn. Já, þeir bara detta ekkert strax. Nei. Það er balans á þessum stóru löpum. Já, þeir eru með svo, sko, ég er búin að lesa margar staðrendur fíla. Já. Til dæmis karlkyns fílar, þeir nota, sko, félagann á sér, fermingabróðurinn, sem 5. löppin á stundum. Eða þeir eru þreyttir, jú. Fílar eru ótrúlega, ég er orðinn mjög skotin í fílum. Eða svona, ég hef gaman að lesa það. Það er alveg í fermingabróðurinn. Hvað segir þau? Nei, þá er ég ekki að tala um þetta fermingabróðurinn. Ég hef bara að tala um fíla. Þeir mun allt, sem ég reynda vissi áður ég byrjaði með sturla staðrendir. Og þetta fíl er einhver mesta tilfinning að vera svona finnur. Fílar eru held ég eina dýrið í dýraríkinu sem getur dáið úr ástarsorg. Í alvöru? Já. Dúllur? Já, hefur búin að dömpa einhverjum fíl og hann bara dó ástarsorg. Þannig að það er ekki gott. Þannig að fílar eru áhugaverðir og geta haldið áfram að standa eftir eru dánir. Magnað. Svo er það hér næsta. Að vera með eitthvað á samviskunni veikir ónæmiskerfið þitt. Sturlu staðrind. Það er ekki gott að vera með eitthvað slæmt á samviskunni því að þú ert mjög oft kvefuð, eða ekki? Þú varst eitthvað að tala um það. Þú ert alltaf með kvef. Þú hefur sagt það mig, eða ekki? Ég hef aldrei sagt það. Ertu með kvef núna? Nei, alls ekki. Ertu með gott ónæmiskerfi? Já, mjög. Ertu með eitthvað á samviskunni? Nei. Nei? Ok, ég er bara að spyr. Ég er mjög heiðaleg. Já, maður getur alveg verið heiðalegur samt verið með eitthvað á samviskunni, sko. Svo er það næsta. En þú, ert þú með eitthvað samviskunni? Ég? Nei, ekki svo ég viti, sko. Ég vona ekki, nei það held ég ekki. Svo kemur hér næsta. 60% af öllum úlingstúlkum Bandaríkjanna finnst þær of þungar en aðeins 15% þeirra eru það. Þannig að 45% stúlknina þetta er bara eitthvað haustum að sturlu staðrind. Já, ég veit ekki af hverju ég tók þetta með. Þetta er eitthvað leiðilegt að sturla staðrind sem ég lesi, sko. Já, þetta er samt bara, veist. Þetta er svona vandamál bara. Úlingstelpur, það er, í dag er þessi háviðmið. Já, út af... Það öllum glansmyndunum og bara... Popstjörnum og svona. Já, þetta er erfitt líf hjá þessum úlingstúlkum. Og Hollywood og alls konar. Já, þegar þú segir það. Svo er það hér, dagdraumar eru helstu orsök bílslysa. Það eru ekki gemsar og ekki áfengi. Það er náttúrulega ekki alltaf allir áfengi, það er ekki allir fullir að keyra. En helstu orsök fyrir bílslysum, það eru dagdraumar. Og maður bara, ég fór að hugsa þetta þegar ég las þetta. Það er oft sem maður er að keyra og svona ég byrjar að hugsa eitthvað allt annað. Maður að passa sig á þessu. Ég er mikil draumar á mannskja, það er gott að ég sé ekki mér bílpróf. Já, það er náttúrulega, við höfum komið inn á það áður hér í þessum þetta. Þú ert ekki með bílpróf. Já. Og ætlar ekkert að fá þig það? Ekki strax allan að. Nei, auðvitað ekki. Það liggur ekkert á. Þú mátti taka það fyrir hvað? Jæja. Þú veist að ég get ekki alltaf sótt á FM-drögnum, sko. Eins og áðan. Akkur ekki. Það er reyndar, þegar maður situr í FM-drögnum, það er kikk, sko. Já.
En já, allavega, passið ykkur þarna, þið sem í umferðin núna, að þetta ekki einhverja dagdrauma. Svo það næsta, leti drepur jafn marga á ári og sígarettur. Já, sagði ég og þú kveiktir á kveikjaranum. Viltu ég hendi í lag, þarf þetta að fara að reykja eða? Er ég að trufla þig eitthvað? Býttu, má ekki reykja þetta inni? Nei, við skulum sleppa því hérna í stúdíónu okkar. Nei, maður sér til að losa þessa pungalikt sem varst að tala um á hann, eða hrútslikt. Já, þannig að þetta varst með magnað. Það leti drepur jafn marga á ári og sígarettur. En þetta deyja bara úr leti. Já, það er reyndar eitthvað þegar þú segir, það er eitthvað sorglegt við það, að drepast úr leti. Já, er maður það bara orðin svona... Já, ég man að mamma, veist, þegar maður var úlingur eða eitthvað svona, hvað ertu að drepast úr leti, krakki? Men þá er það actually hægt. En er það ekki bara fólki sem að, þú veist, eins og hérna maður hefur séð í svona heimildamöndum með rosa feitt fólk og svona? Já. Sem er bara heima þessar allan daginn. Jú, það er að deyja úr leti. Að borða. Já. Er það ekki það sama? Já, jú, allir það ekki. Og það er reyndar, spáðu hvað er líka ömuleg blandað, þú ert hrikalega latur og reykir. Þá ertu gríðarlega hættur. Þessi sko, það seti ekki löt. Já. Reykingarstrómburðin. Herru, svara hér. Leikararnir í byrjun, já, þetta varst mér áhugavert sem Michael Jackson aðdáandi. Og hlustu nú, leikararnir í byrjun myndbandsins á Beat It, við mann eftir þeirri byrjun, þá lappar hann inn á svona stað, svona poolstað. Já. Voru í alvörunni glæpamenn úr gengi. Michael Jackson heimtaði að vera með alvöru gengi í byrjun myndbandsins og á þessum tíma, ef Michael Jackson baði um eitthvað og fekk það. Þannig að það voru alvöru glæpamenn sem hafðu mikinn áhuga að fá að vera í myndbandinu hans Michael Jackson. Voru þetta smáglæpamenn eða voru þetta morðingar? Þeir voru allavega úr einhverju gengi, real gangsters, eins og stendur hérna. Þannig að þá veit ég, það eru 2 eftir. Hér kemur næst síðasta, 48% kvenna og 38% karla stolka einhvern á internetinu sem þau eru hrifin af og það stendur hér í svega og þá er að vera að tala um einhvern annan en maka. Þannig að, já, 48% kvenna, Þórunn, er einhver sem að þú ert að stolka á netinu? Skoða svona meir en annan? Nei. Nei, það er ekki til því? Nei. Nei, þá ert þú í þessum, já, 52%. Ég er reyndar, nei, ég er ekki að stolka neitt heldur, held ég. Það er líka bara svolítið mikið sikk að vera að stolka fólk. Já, en svo er líka spurning, hvað er að stolka? Já. Og hvað liggur línan? Línan þín er eitthvað blörra, það var þetta það getur verið. Ég meina, hvað kallar stolk? Hvað er að stolka? Ég er ekki með veggfóra íbúinu þín á einhverjum stúlkum frá netinu. Nei, ég er nú ekki í því sem betur fer, en sem úlingur þá var ég var svona voðalega romantic eitthvað, eins og við nú komum inn á þessum þætti. En aldrei stolkað sem betur fer. Svo er það síðasta hér, þú getur ekki andað að þér með nefinu og talað á sama tíma. Ekki á innsvæginu. Nei, þú getur ekki andaði með nefinu og talað. Nei, segðu hæ. Andaði með nefinu og segðu hæ. Það er ekki hægt, þetta er sturlu staðreynd. Sturlu staðreynd, þá eru þær komnar 10 stykki. Hvað fannst þér svona áhugaverðasta staðreyndin? Þetta með að anda. Já. Þetta er eitthvað sem maður hugsar aldrei þegar maður er bara eitthvað einn að dag að dreyma, sko. Nei, nákvæmlega. Ætli ekki þið talað og andað með nefinu. Þetta hef ég ekki pælt í þar. Nei, en þú ert búin að pæla þig núna og þú getur það ekki. Nei. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér réttandi votnið fá að heyra 5 hlutum Þórunn Antoníu sem við vissum ekki. Ásamt því að við ætlum að láta hann að hringja sem smábarn hér í einhverja verslun. Ekki missa því, en fáum Bruno Mars. Betur gert þessa hluti, meðan að vera ennþá með henni, hann Bruno Mars. Hann er einhvern veginn öll lögin að svona eitthvað. Hann var nú að lofa að syngja aldrei aðra ballu daginn. Var hann að lofa? Já. En ágætislag hér á ferði, I Was Your Man, það styttist hér í, flottulega, ertu búin að velja að lagi í flottulega kemdina? Já. Ok, svo ætlum við að láta þér hringja sem smábarn og 5 hluti sem við vissum ekki um þig. Ég minni hins vegar á að það er 5-faldur pottur hjá Lottóunum helgina og stefnir potturinn í 47 milljónir. Við gefum kannski einhverja miða hér á eftir við Þórunn, þannig að fylgist þið með því. Hvað myndir þú gera, Þórunn, ef myndir vinna 47 milljónir í Lottói? Hvað myndir ég gera? Já, myndir þú byrja að fá þig bílpróf og kaupa þig bíl? Já, kannski, og hús og... Og hús? Hús og bíl bara? Já, eða bara húsbíl? Það er bara húsbíl. Setið þið eitt. Ég held að ég væri til að eiga húsbíl. Já, mér var til að eiga svona sígauna karavan, svona gamaldags. Já, það er líka voða kósi. Já. Þannig að basically þú ert að segja mér að það er peningur sem er að stoppa í að taka bílprófi? Nei. Þú reyndar, ég get samt sagt eða þú ert að spara þér ágætlega að vera ekki með bílpróf. Sko maður getur fengið leigubíl 3 sinnum á dag í staðan fyrir að eiga bíl og bílpróf. Hver sagði þér það? Hún er reiknað út. En ferða ekki svolítið eftir hvert þú ert að fara með leigubílinu? Jú, þetta. Það borgar sig með vegalindina sem ég fer í
í leigubílum. Já, þú ert aðalega að ferðast bara hérna í bænum. Þú vilt ekkert fara út úr 101. Ég fer ekkert Bæjarálfta. í leigubíl til Selfoss eða til Keflavíkur eins og ég veit að þú hefur gert. Já. Þú hefur tekið leigubíl Hver hefur ekki tekið leigubíl til Keflavíkur? Það er flugvöllur þar, Bláa lónið. Þú ert ekki að fara í leigubíl út á flugvöll. Þú ert að fara í leigubíl í partí. Ég átti ammali og það var 15 skvöld og ég var ekki að vera í partí. Við fórum á Center, eða hvað sem það heitir, og það var mikil stemningar og hættu þessu. Það var 8. júli og ég sé ekki þetta, mikil stemning. En við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð. Ertu tilbúin með 5 hlutinni? Já. Okay. Þannig þið fá að heyra þessa 5 hluti hér strax eftir auglýsingar. Ein stærsta leikjavörudeild landsins í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splars, 25% afslátt í skemmtigarðin Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. Þú ert að hlusta á FM. Á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragði. FM 95 blöð á FM 957, Auður Blöndal og Þórunn Antonía með ykkur til 6 í dag, eða Þórunn Antonía, eins og hann kölluð í Finnlandi. En það hins vegar komið núna að smá dagskálið. Manstu þú varst hérna hjá mér síðast, Þórunn? Já. Þú ert með svona sérstakann hæfileika að þú getur talað eins og barn. Já, ég notaði þennan hæfileika því ég talaði hann að teikna með þér því ég var yngri. Já, og byrjar að þróa þetta út frá því, eða? Já. Notar þetta í eitthvað annað? Nei. Nei? Ekki mikið. Nei, ok, ekki það. Hvað hefur í huga? Ekki neitt, en, ekki, og það sem, ég veit alveg hvað þú ert með þinn huga. Við ætlum að nýta okkur þennan hæfileikannar í dag allavega, og hún var hjá okkur daginn, þá ringdur sem krakki og spana tína mömmuðinni. Ég að spá að endurvekja þann dagskálið með svona örlitlu tvisti. Því að við Pétur Jóhann, við förum alltaf á miðvikudögum, þá förum við að leggja orð í munn. Og það getur verið mjög hressandi, þannig ég ætla að láta þig hafa 3 setningar hérna sem þú þarft að segja sem litla barnið þegar þú ert að leita mömmuðinni. Ok, og það eru setningarnar, hvað að þér, skýtt ekki í þig og þetta sem sagt mér að kenna. Þannig að þetta það sem að barnið okkar að fara að segja. Hérna rétti ég blaði, þá erst þú með það tilbúið. Ég spæði ekki svona típist eitthvað að setja týnd í hagkaup eða eitthvað. Jú, ekki. Það gekk eitthvað svona, hagkaup kringlun eða eitthvað. Því miður þá eru alla línu. Hagkaup, góðan dag. Halló, ég heiti Sigríður og ég fann ekki mömmu mína. Ég held að ég sé hún í tíminni. Hvað segir þetta? Búin að ringja lögreglunni? Ég hringdi bara í GSM-síma hjá manni sem ég hitti fram á gangi. Hvað heitir mamma þín? Mamma mín heitir Sigrún. Og hvað er að vinna? Hvað að þér? Hún að vinna á Brimborg. Já, hún í Hagkaup, í tindunni inn í Hagkaup. Já, hvað? Í Smáralind eða Kringlunni? Í Kringlunni. Já. Skýtt ekki í þig. Hæ? Skýtt ekki í þig. Ertu bara að gera grín? Nei, þetta mér að kenna? Þetta bara mér að kenna að mamma sé týnd. Og var hann uppi eða niður í Kringlunni? Hann var uppi að skoða föt. Já. Hvað að þér? Getur ekki hjálpa mér? Jú, ég að reyna það. Ég bara ekkert í Kringlunni, þannig ég verð að vita eitthvað. Hvað ert þú? Ég á skrifstofunni. Og hvað það gera? Vinna. Tala við þig. Ó, þetta er gaman. Já, býttu aðeins. Takk. Kringlan, góðan dag. Halló, hæ, ég týndi mömmu minni aðan í Hagkaup. Já. Og ég alveg að pissa á mig og ég finn hann ekki og ég fekk að hringja inn að GSM-síma á ganginum. Já, og týndur hann uppi eða neyru? Uppi og hann var að skoða föt.
Hendin í, hérna, shit, hvað mér langar ekki innan í þessu. Takk upp kringla, góðan dag. Halló. Hæ, ég týndi mömmu minni áðan. Hvað segirðu? Ég búin að týna mömmu minni, hún hérna hjá ykkur að versla. Þú búin að týna mömmu minni, hún hjá okkur að versla? Já. Hvað þú? Ég fram á gangi, ég fekk að nota síma hjá ykkur fram á gangi. GSM síma, hjá ykkur feitu manni. Aha. Ég þarf svo að pissa og mér langar svo í ís og mér langar svo að finna mömmu mína. Já, heldur hún sé inn í Hagkaup? Já, ég heldur hún sé inn í Hagkaup. Hún var að skoða kjól áðan. Var hún að skoða kjól? Já, hún var svona rauði kjól. Hörðu það? Mér langar ekki í hana ís. Hvað segirðu? Ég þarf svo að pissa, mamma mín hana. Ég veit náttúrulega ekki hvernig mamma lítur út, hvað heitir hún? Er þetta mér að kenna, hún sé tíma? Nei. Viltu ekki bara koma hérna inn í Hagkaup? Jú. Komdu á kassalínunni. Já. Ok. Ég þarf svo að pissa. Já, komdu hérna á kassalínunni. Ég er að pissa í mig. Það var að koma inn í Hagkaup eða? Já, ég er að koma inn í Hagkaup. Ok. Já, þá var þetta komið. Það er ekki að láta vita samt. Það haldið þessi ekki eitthvað barnana fyrir utan sem að... Þetta er allavega, nú ertu búin að sanna það, að þetta er a God gifted, þú ert gifted með þessu. Þú getur leikið barn, hvað voru, 4 konur sem þú talaði við það? Og enginn fattaði neitt, þannig að það fyrir ekki að milli mála að hún nær lítilli stúlku ansi vel þarna hún Þórunn. Sko, ég var án 26 ára gömul þegar fólk hringdi heim til mömmunar og ég svaraði í símanum og það var bara, má ég tala við mömmu þína? Já, ég ætla að reyna það, maður segja. En það var bara því að ég var að tala venjulega, sko. Ég er búinn að týna mömmu mín. Nei, ég get þetta ekki og ég ætla ekki að reyna það. Þetta var Þórunn Antoni hann í síma, þetta í Hagkaup. Ég ætla að láta þið vita að það sé ekkert barn sem er týnt, en fáum lagan. Já, þú varst að segja að þú ert alltaf að spila þetta heima líka. Já, ég er bara að spara þetta þar, sko. Ég elska þetta lag. Já, hrikalega flott. Justin Timberlake hér með Mirrors. Og það styttist í talandum flott lög, það styttist í flottula keppnina. Þórunn Antoni að keppi við mig í dag þar sem að Hjörvar Hafliðarsson er í prófum og er í fríi. Hann verður mættur hér næsta 50. En Þórunn, þá kom að því að hlustendur fá að vita aðeins meira Þórunn Antonia. Er það ekki? Já, er þið tilbúin? Já, það eru sem sagt svona 5-10 hlutir sem fólk vissi ekki um þig. Hvað ertu með marga? Ég er hérna með nokkra. Ok, þú ert með nokkra. 5 hlutir eða svona 7 hlutir sem þið vissið ekki um Þórunn Antoníu. Ok, þá máttu bara byrja. Herri, það byrja bara svona á léttum nótum. Hvað er með það? Ég er ekki með endajaxla. Engan? Engan. Ég held að ég væri að fara að fá endajaxla daginn. Fór til tannlæknis og hérna leta hann að taka myndir og hún kom inn í stofun aftur og sagði bara til hamingju, þú ert fullkominn. Og ég er ekki með endajaxla og fæ ekki endajaxla. Glæslegt til hamingju. Ég er bara háþróið mannska. Human 0.20. Þannig að það er fyrsta, hún er ekki með endajaxla. Stórkostlegt. Já, ég er með fuglafóbíu. Ertu með? Sem þýðir hvað? Skítræti fugla. Bara alla fugla? Alla fugla. Nei. Águgga sérstaklega. Og ekkert grín? Nei, ekkert grín. Ég lofa, sko, ég fríka út. Og líka bara... Ég var í tífúli, þá ætlaði einhver að setja svona stóran págugga á öxlina mér meðan að vera að taka einhverja myndir. Ég fekk taugafall. En eins og ef það bara, þú veist, þröstur eða eitthvað svona... Þú ert hrædd við hann, eða? Mér er ekki vel við hann. Nei, það er svona líður illa í kringum hann. Já, ég er mjög vörum í kringum fugla. Ok, með fuglafóbíu, ég er að læra hellinga með hérna. Já, Engin endajaxl og fuglafóbía. Ok. Ég er með sama afmælisdag og Ágústa Eva og Gunnar Nelsson. Já, það er rándir starrend. Góður afmælisdagur. Já, og sem er hvaða dagur? 28. júli. 28. júli? Já, ok. Já, þú ert ljón. Já. Ég er í júli líka, menn ég er krabbi. Krabbi. Cancer. I'm as serious as cancer. Ok, þú ert hérna, þú segir hans að þú neika endajaxla, fuglafóbíu og sama afmælisdag Gunnar Nelsson og Ágúst Eva. Svo vann ég söngvakefni í grunnskóluna þegar ég var 12 ára og Þorvaldur Davíð var í öðru sæti. Hvaða skóla varst að syngja fyrir þá? Fyrir Grandaskóla. Fyrir Grandaskóla, og hvaða lag söngstu? Frank Mills úr Hárinu. En hvað söng hann? Þorvaldur Davíð. Eitthvað Lion King eitthvað. Það var öllum saman, lett í öðru sæti. Hvað ár gerir hann? Hann er, allan sé ekki 84. 84, já, ok. Yes, var hann næsta? Ég var skýrð því ég var 5 ára og presturinn spurði hvað ég ætti að heita, eða hvað ég heiti. Ég sagði, forritin má ekki vita. Varstu skýrð 5 ára? Já. Hvað? Það var ekkert að stressa?
Það er bara, drífum að Grétar, hún er orðin 5 ára. Já, litla frænka mér var skýrð á sama tíma, Signý, og hún hérna var grátandi alla aðtöfnina út og hún hélt að presturinn væri með byssu. Já, ok. Þetta er mjög eðlilega aðtöfn. Já, þú 5 ára og... Hún þarf að gera grænandi og hann væri með byssu. Ok. Ég hef einu sinni sett rottu í postkassan í nágrannum mínum. Lifandi? Nei, dauða. Dauða, ok, og af hverju? Ég var 5 ára og það var köttur sem að bjó í... Það var nýskýrð bara og leikaði bráðsynlega. Ég er sem sagt ólst upp við sjóinn, þetta Skeljagranda, og hérna fór oft og lék mér í fjörunni eftir ég var búin að kaupa mér bland í póka út í sjópu. Ég sá dauða rottu eða mús að ég hélt í fjörunni og ég hugsaði með mér að kötturinn sem að bjó í næstu íbúð, hann myndi nú sko aldeilis kunna meta það að fá... Já, þannig að þetta var góðverkið. Já, ég var alltaf að gera mjög misjafnlega góðverk sem barn. Ég hef semst verið að horfa á Örn Árnason sem afa í sjónvarpinu þennan morgun og hann var alltaf með svona leksíur, þú veist, ef þú eitthvað bla bla bla, svona lífsreglur, og hann sagði þennan morgun sko að sant góðverk væri það sem hann myndir ekki segja frá, væri svona anonymous. Já, nákvæmlega, góður punktur. Þannig ég hugsaði með mér bara, já, þessi litla mús, kötturinn kann örugglega vel að meta hana. Ok, ég held að vera að hrekja, nákvæmlega. Nei, ég sett hann í nammipókan og tróðinum inn í brjóðluna. Glæsilegt. Þau fluttu út stuttur seinna. Já, eftir þetta athæfið þitt. Já. Þannig að, já. Og er það komið þá? Ég held að komið, ég meina mjög dúbíus í viðbót, ég veit ekki. Hvað sé dúbíus? Góttu með hana? Ég vann í kynlýstakjaverslun þegar ég var 17 ára í viku. Vannst því þú var 17 ára? Já, vinkonum mín var ólétt, hún var eitthvað lasin, hún var að vinna hana. Já. Bara einhverju bráður nöðsinn var eitthvað þurfti að vinna hana í smá stund og hérna... Varstu að selja eitthvað skrýtna hluti eða? Og já, hún sem komst ekki vinna einhverju viku eða 2 vikur eða eitthvað og ég bara bauðslega að vinna fyrir hana út í ekkohjörtið. Já. Þetta er mjög skrítið, það voru alls konar kallar að koma inn og já, hérna, tengdadóttir mín, hún er svona svipari stærð og þú, ég er að kaupa handinni gjöf, væri til að máta þetta og ég var náttúrulega bara grjótörð, bara herri, drullar næsta strippbúlu og gjöðið út með þau, ég var alveg, ég var ræðilegu sölum. En það var bara að meina það, hann ætti tengdadóttir. Tengdadóttir sem var að kaupa kynlýsbúning fyrir og láta úrling máta. Það er skellulegt. Þetta er allt. Þetta voru 6 staðreyndir sem þið vissuð ekki Þórunn Antoni. Og Landsbankinn kynna Oblivion. 60 years ago, Earth was attacked. We are the last ones left. Stórmyndin sem tekin var upp á Íslandi með Tom Cruise í aðalhlutverki. I've been watching you, Jack. Who are you? Oblivion. Frumsýnd 12. apríl land allt. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Sýndu dælulykilinn og þú færð 15% afslátt hjá AB varahlutum í Reykjavík, Reykjanesbæ og Akureyri. Atlantsolía. Úrslitakeppni Dóminósdeildar karla í körfubolta í beinni á Stöð 2 Sport. Það er komið að undanúrslitunum og allt getur gerst. KR, Grindavík, fimmtudag klukkan 19. Stjarnan, Snæfell, föstudag klukkan 19. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hjörvar Hafliðarsson í prófum með þú ert að hlusta, gangið vel í lærdómnum. Krútbánsinn minn, við sjáumst næsta 50 dag, en það er komið að dagskrárlið hér hjá okkur Þórunni sem er vikulegur í FM 95 og hann heitir Flottulega-keppnin. Okay. Þannig að nú keppum við og þetta er í höndunum á hlustendum. Þau hringja svo inn og það okkar sem fær fyrst 5 atkvæði vinnur Flottulega-keppnina. Okay. Og ég held að ég farið með rétt mál þegar ég segi að við erum með gríðarlega ólíkan tónlistarsmekki og þú. Já. Ha? Þú
hlustar á eitthvað svona rock, Pearl Jam, ógeð? Nei, ekkert ógeð, bara hlusta. Ég þetta nett aðlæta, en ég sé þið svolítið fyrir mér með eitthvað svona skrítið teppi á Dolly að hlusta á eitthvað svona remix að einhverju rugli. Þannig að ég held þetta sé alveg ólíkur smekkur. Ég hlustar þess mikið á mjög gamla tónlist. Nó, ok. Ég hlustar þess mikið á Fleetwood Mac og Bob Dylan og Neil Young og... Já, ok, svona. Það er arti í þér. Bara svona smá heipi. En þar sem að þú ert gestur hér, Þórunn, þá mátt þú ráða hvort þú farur undan eða eftir. Og það eru 2 mínútur sem þú færið úr laginu. Þú mátt fara undan. Má ég fara undan? Já. Ok, takk fyrir það. Ég ætla ekkert að vera að flækja þetta. Ég veit svo sem ekki hvað Þórunn er með, en ég fattaði bara daginn, þá var ég að keyra heim. Ég ætla að hafa þetta sem lagið á leiðinni heim í dag, því að ég var að hlusta þetta á leiðinni heim daginn og fannst það svo flott. En þar sem ég er mikill keppnismaður, þá ætla ég að nýta mér þetta hér í flottulega-keppninni. Þetta er bara eitt gamalt og gott með Coldplay og það heitir Trouble og það er eitthvað svo flott við þetta lag. Þannig að þetta er mitt framlag hér í flottulega-keppninni. Vonandi fílaði jafnvel og ég. Sá ég einhvern hegsluna sem þeir sett á Coldplay? Máni og þeir eitthvað að kalla þetta Coldplay-deildinu eitthvað svona býtu. Er það allt innu? Er ekki lengur töff að fíla Coldplay? Er það eitthvað of-commercial eða eitthvað svo leiðis eða? Þeir, náttúrulega, þetta er 10 ára gamalt. Þetta er bara geggja lag. Veistu, hvað heitir keppnin? Vondu... Nei, þetta er flottulega-keppnin. Ég er enda búið með tíma minn. Mér finnst það bara svo flott. Það lag ætlaði tilengja Old Trafford. Ég er búinn að vera trouble þar. Hérna... Ég var að pælja að skipta lag, en þú bannaði mér það. Já, þú ert búinn að skipta 3 lag og það er svo fyndið að ég er ekki þekkt eitt þeirra. Núna er ég komin að Lionel Richie All Night Long. Hvað ætlar í? Ég veit það ekki, eitt af þessum 3. Þú varst búinn að segja hérna við mig eitthvað Nicky and the Dove. Nicky and the Dove, Goldroom Remix. Sem er hvað? Af þetta er geðveikt lag, sko. Já, auðvitað, Nicky and the Dove, það er alveg geggjur hljómsveit. Það er þetta kannski ekki hljómsveit, það? Vilja hlustendur heyra eitthvað nýtt og ferskt. Eða eitthvað gamalt og ok, byrju, þú ert með hvað? Ætlar að taka Nick... Eða Cyril Hann remix af Say My Name með Destiny's Child sem að er svona svolítið góð lending held ég á okkar heimum. Þá þarf ég að skrifa það. Það er Cyril... Cyril Hann, það er Zeta. Já, Cyril... Nei, fyrir ekki, það er C-Y-R-I-L-H-A-H-N. Sko, ég hef aldrei hýrt þetta þurr. Cyril Hann, Say My Name. Já, ok, það er fundið hér og er það þitt framlag í flottulega-keppninni? Já. Ertu hætt við Nicky and the Dove? Nicky and the Dove. Mother Project Goldroom Remix. Þetta er bara þessi lög þín, maður aldrei heyrt að það. Þetta er geðveik sænsk hljómsveit, ég myndi tjekka á þessu ef ég væri þið hlustandi góður. En hún er það geðveik að þú hætti við það í flottulega-keppninni og ætla frekar að spyrja Cyril Hann. Af því mín rök er þegar fólk hefur kannski heyrt Say My Name sem að þetta remix er af og ég er á svona vonast til þess að þá kjósið mig frekar heldur en þig. Ok, þannig að þú ætlar að tengja við hlustendur meira með þessu lagi? Já. Já, er þetta Destiny's Child lagi? Já. Það er búið að eyðileggja það? Nei, það er bara betrum bæta. Búið að henda því ykkur á svona, þú veist, weed útgáfu eitthvað? Weed? Þetta eitthvað svona, er þetta orðið eitthvað Amsterdam remix viðbjóður eitthvað? Upprunalega lagi er líka geðveikt, sko. Það er bara skemmtileg útfærsla af þessu lagi. Ég skilji, þú færð 1,5 og byrjum nú. Ég fæ 2 mínútur. 2 mínútur. Þetta er hérna framlaðnar Þórunn Antoni hér í flottulega-keppninni og... Já, það er það í gangi. 3 sekúndur eftir. Já, akkurat, hann kam þennan part þessi maður, þessi DJ. Hann lærði að segja my name. Hvað var þau? When no one is around you. Hann kemur eftir. Er það? Ok. En það er bara langt inn í laginu. Jæja, herðu, meira þess að tölvan gaf sig. Það er komið ykkur kæru hlustendur 511-0957. Ég var með klassík með Coldplay sem Trouble, en Þórunn var hér með Say My Name með einhverju sem ég aldrei heyrt Cyril Hann. Við skulum sjá hvort að, já, hlustendur séu sammála mér eða henni. Hvað segir þú, kæri hlustandi? Say my name, say my name. Ágætt. Já, ok, þannig að Þórunn var þitt atkvæði. Já, ok. 1-0 fyrir henni. Það er rétt. Ok, takk fyrir að ringja. Það er 1-0 hér FM, hver fær þitt atkvæði? Já, sælir, Þórunn, þekkirðu Jón Arnar? Já, hann er frendi minn. Ég ætla að kjósa þig, bara þetta King JJ er frendiðinn, það er bara hannig. Yey, takk fyrir það. Og það er bara að hilsa JJ. En valur í Böttököpi frendininn? Það er líka góðunum vinnar mér. Já, það er snillingur.
Herru, ég beði heilsa þér. Ok, bye. Kærlega. 2-0 hérna fyrir Cyril Hann, segir maður leið, FM, góðan daginn. Það er Þórun Antoni fyrir allan peningin. Ok, er það lagið eða? Já, bara bæði, sko, hún er stórkosti líka. Já, ég skal gefa þér það, en varst að fíla þetta lag? Já, maður fann alveg, þetta var að koma, sko. Þetta var að koma. Það var stígandi í laginu. Það var stígandi í þessu. Herru, takk fyrir að ríkja. Já, takk. Ok, bye. Það er 3-0 hér, byrju, hvað var þau? Trouble með Coldplay. FM. Hæ. Halló. Hæ. Ötti. Já. Þú fær þetta. Já, er það ekki? Jú. Það er Coldplay. Anskuðu. Já, þú var þetta svo forðan mikið. Við erum ekkert eitthvað í þessari reiftónlist til aðnir. Já, bara... Remix var alltaf bara say my name, nothing else. Nákvæmlega, nothing else. Takk fyrir að ringja. Já. Ok, bye. Það er orðið 3-1, Blöð komin aftur inn í þetta. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hvað segir þú? Ég segi bara fín. Ekki, hvað verður að brasa? Bara bílaðegjurum og svona. Ok. Herru, hérna, ég er nú ekki Coldplay aðdáðandi, en guð mig góður, þú fær mitt aðtíð. Æja, ég var hún eitthvað rugglaður hérna. Já, nei, held ekki. Nei, ok, takk fyrir þetta. Já, mista máli. 3-2, það er komin spenna, Þórun, við erum að ná þér hérna. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvað segir þú? Það er pottið Þórun, Antonía. Já. Ertu Cyril Hann aðdáðandi? Já, ég elska hann. Er það málið það? Já, það er málið. Ok, ég er svo eftir á því sem er. Það eru 4-2, hvaða fleiri lög á hann? Fullt af fleiri lög, fara bara á YouTube. Ok, hefur þið samt verið hrigglað til í hitlægina sem er Nicki and the Dove, Mother Project Goldroom Remix, hefur þið fílað það líka? Já, frekar samt say my name, það er geðslag og þetta er geðt remix. Ok, Samanlega, takk fyrir stuðningin. Takk fyrir. Bye. Það er 4-2 hér, ég þarf næsta atkvæði. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herri, það er auðvitað. Það er auðvitað, Coldplay, og Trouble hérna. Ég sko, það er þóttið gott í fólk hérna þóttið. 4-3, takk fyrir að ringja. Já. Bye. Þetta er svo hörð samkeppni. Já, ég þyrft að jafna núna, kontum með það í Coldplay aðdáðandi. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú? Hvað steik var þetta eiginlega? Með say my name. Já. Heyrðu! Þetta var Cyril Hann, kallast hann vist. Þetta er klálega Coldplay, sko. Þetta er Coldplay, það er 4-4. Lík spenna. Takk fyrir þetta, Unnur. Takk fyrir. Og þess að ég treysta okkur hlustandi góður að þið hafi góðan smekk hérna. Það er úrslita atkvæðið FM 95 Blöð. Hver vann þessa flottulega Þórun Antonía. Nei! Ég trúi ekki, maður. Mjög maður. Jæja. Þá var ég að óska henni til hamingju. Takk fyrir að ringja, Unnur. Bye. 5-4, við tökum alltaf henni við Pétur. Hvernig hefðu þú góðsið? Sko, ég þurfti bara að heyra lagið þitt til að vissa að ég myndi kjósa Þórun Antoníu. Í alvörunni? Ekki Coldplay? Almáttugur. Eru Coldplay að missa það? Er það málið? Nei, þetta var bara fyrir sjáanlegt. Ok, já, ég verð bara að hrista þetta mér. Takk fyrir að ringja. Blessaður, 5-4 fyrir Þórun Antoníu og það var Cyril Hann, Say My Name, remixið gamla góða sem að vann þetta, gamla góða. Það er ekki að vann með þetta hlustendina, sko, þeir vilja eitthvað nýtt og fest. Já, ég veit það. Ég treysti engum mér vel og hlustendum mínum þannig að þetta var bara fair and square. Viltu þau spila eitthvað? Hvað segir þau? Alltaf saman djókin. Þetta er æðislegt lag. Ég hefði átt að setja þetta. Það hefði verið K.O. Það hefði verið... Ég hefði átt að setja þig. Ég er svo liðlugur. Jæja, þetta var flottilega keppnin. Við viljum að fara hér í Örstuð kilobóð. Svo er það lagið á leiðinni heim og fleira. FM 957 og Dekkjahöllin ætla að bjóða heppnum hlustendum upp á umfölgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Ég, Heiðar Austmann, mun draga út vinninga alla virkadaga til 19. apríl og á föstudögum fær einn mjög heppin hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn ásamt útilegukortinu 2013 og 15.000 krónur í bensín frá OB. Taktu þátt og skráðu í leikinn á fm957.is. Dekkjahöllin býður mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni, Skútuvogi 12 og nú einnig í nýrri og glæsilegri vefverslun á dekkjahöllin.is. FM957 og Dekkjahöllin. Það er vor í loftinu. Coke Zero. Ekta kókbragð. Engin sykur. Bragða á möguleikunum. Öll verkefni sem þú búin að vera að borga af láninu ef þeir dæma hana
Perform.is. Peningar á mannamáli. Í sambandi við einhvern sem tengir mann strax við þetta eina símanúmer eða öll hin. Vertu með 118 í símanum. Já, svarið. Sýndu dælulykilinn og þú færð 15% afslátt hjá AB varahlutum í Reykjavík, Reykjanesbæ og Akureyri. Atlantsolía. Sex tonight. Oh, sure. Sam Film kynnir í Incredible Burt Wonderstone. Jim Carrey og Steve Carell eru mættir saman í einni bestu grínmynd þessa árs. I'm supposed to pass out now. The Incredible Burt Wonderstone. Frumsýnd 12. apríl. FM 95 Blö. Virkadaga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Dreikur í Hanna hér með Take Care. Styttist í lagi á leiðinni heim. Þetta eitt, grjótart lag hér á milli. En hún situr hérna með mér, hún Þórunn Antonía í fjárveru Hjörvars Hafliðasonar sem að læra undir próf. Ég ætlaði bara svona að spyrja það núna Þórunn það sem að nú farið að síga á seinni hlutan hérna hjá okkur. Hvað Þórunn að brasa þess að dana? Eitthvað nýtt á leiðinni? Ný tónlistinni? Já, nýtt þannig. Já. Já, ég og Berntsen ætlum að skella okkur inn í stúdíu bara sem fyrst. Ok. Hann að klára sína plötu. Já, hann að gera plötu bara... Já, bara Berntsen og hann að vinna með Hermegerumli og Oculus Sigursinni sem með í CCA. Ok. Og Hermegervillir núna í Retro Station. Já. Þannig að þetta frábært strákar hérna bak við hann. Já. Og kom með mitt að minni plötu líka síðustu. Okay. Og ég er bara mjög spennt að fara aftur inn í stúdíu og taka upp nýja lög. Þannig að þú ert að semja? Já, maður er alltaf eitthvað að semja. Hvernig þú ert að semja? Ertu spilar á píano eða gítar? Já, bæði. Þannig að þú ert bara heima en svo poppar hann þetta upp eða? Sko, stundum sendir hann mér takta og grunna sem að ég svo syng yfir og sem texta við. Þannig ég gerir laglínuna og hann svo taktana. Ok. En stundum er þetta líka bara ég eitthvað á kassagítar eða á hljómbori mitt eða eitthvað þannig. Já, bara að leika þér eitthvað. Það er bara alls konar, það er allir gangur að því. Já. Svo stundum fæ ég góða hugmynd og ég tekla bara upp á síman minn og syng það inn í síman minn eða skrifa textapælingu og svona þannig. Já, ég skil þig. En hvernig er svona venjuleg nú 50 dagar, hvernig er venjulegt 50-dagskvöld hjá Þórunni? Hvað ætlar hún að gera í kvöld? Ég ætla að kíkja á tónleika í kvöld. Hvaða tónleika? Ég ætla að kíkja á Snorra Helgason og Mr. Silla og Pétur Bena Factory. Já, ég held nefnilega, ég væri duglegri, sko, ég hef sagt það nokkur sem ég sem þætti að ég er svo mikill plebbi, sko. Ég fer allt og lítið í leikhús og allt og lítið á tónleika. Ég fer svolítið mikið í leikhús og tónleika. Já, þannig ertu svona arti. Já, og býð með bænum, þannig að það er stutt að vera. Þú hlustur á Nicky and the Dove og fer á tónleika og kíkir í leikhús. En já, ég held að myndi maður ekki fara mun meira á tónleika ef maður myndi búið í bænum, svona eins og þú ert. Jú. Ekki það, ég er nú svo sem ekkert langt frá hann, þetta er bara lélega ásökun. Já, ég elska að fara á tónleika með góðum hlustum. Og þurfa ekki að spila sjálfur, skiljum við. Nei. Það er bara... Finnst þér leiðilegt að spila sjálf? Nei, alls ekki, það er alltaf bara að vinna mann. Já. Það er bara að vinna mín og maður nennir ofta ekkert að þegar maður er að spila á einhverju tónlistarhátti eins og RVFs eða eitthvað þannig. Já. Þegar maður er búinn að spila, maður er kannski einhverjum, crazy búning. Já, einhverjum galla. Já, en maður nennir ekkert endilega að fara bara fram í sal og horfa í gallanum. Fara bara strax út í sal og horfa í gallanum, þú veist, það er svona vesen. Fara heim, skiptum föt, fara í gallabúksur, hættu pessu, fara aftur. Já. Eitthvað. Henda smá Nicky and the Dove á og hafa það kósið. Setja svo teppi á Dolly og bara vera artifætti. Setja teppi, smoke one og hafa það bara kósið. Hann er 50-dagskvöldin hjá mér. Hei, Rikki G. mættur í rúsi. Þetta er endur ekki lagi á leiðinni heim, en þetta er geggja lag og það heitir No Church in the Wild. Svo fyrir við lagi á leiðinni heim. Nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cabs still. Think about the girl in all leopard who was rubbing the wood like Kiki Shepard. 2 tattoos, 1 red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep, but we probably spend it all cause the pain ain't cheap. Preach. Cincinnati
Þetta The Great Gatsby með, honum Leonardo DiCaprio og ég gríðalega spenntur fyrir þeirri bíómynd. Það mitt talandi bíómyndir, þá Oblivion með Tom Cruise frumsýnd helgina. Tekin upp á Íslandi, þannig að það spennandi fyrir okkur bíófíklana. Svo vil ég líka minna á að Masters mótið í golfi hefst í kvöld. Og það veistlega græni jakkin undir, þú væntanlega horfir ekki á það, Þórunn? Ég bara sónaði út. Já. Þegar fórst að tala golf. Í þessu öllu. Hefurðu spilað golf? Nei. Minigolf. Minigolf, já. Á Spáni. Já, akkurat. Eftir nokkra bjóra. Það mjög svipað. Já, það var gaman. Já. Ég var fruðlega góð í. Manstu eitthvað hver vann Master síðast í minigolfi? Hvað ert að tala um? Hver fekk gulajakkan núna? Hvað ert að tala um? Þú gæti þess nefn að tala japansku. En ef ég myndi að segja við núna, ok, sko, ég bara sónaði út. Ef að Lotto myndi bjóða þér, hann 5-faldur Lottóinn, 47 milljónir, þú fengir 47 milljónir og þú getur nefnt með 2 golfara hérna núna, getur ekki nefnt á. Takkjum út. Já, þessna sagði 2. Og... engin annars. Þannig að þú myndi bara tapa 47 milljónum. Nú ég bara... Bara blanko? Sæti ég með saltinu. Ég enda, sko, ég engin golflúði, sko, en... ég get nú nefnt nokkra golfara, sko. Atvinnu golfara, svona eitthvað? Nei, bara pappaðina eitthvað. Bara eitthvað sem hendur í kilur og kikir út á það. Logi Bergmann er golfari, Rikki G. Þú maður segja þeir. Já. Ég ætla að segja Rikki. Rikki G. Þess að spurði ég atvinnu golfara, sko. Já, hann nú mætt reyndar Rikki. Hann reyndar góður. Ég held að Sveitni Forgjöf eitthvað. Svo þú veist reyndar ekki hvað er. Hvað er Forgjöf? Forgjöf, það er hérna, segjum og sett með einni að Forgjöf. Þá verður að vera með eitt auga alltaf loka. Þegar þú ert að spila. Það er bara, þú mæta þessari golfumræðu. Stýttist hér í lagi á leiðinni heim Þórunn Antonía, það búið sannur heiður að vera hérna með þér í dag. Sömuleiðis. Rikki G mættir hér til að taka við okkur. Hjöbbi K var í fríi þar sem að hann að læra undir próf. Hann verður mættur hér aftur eftir viku. Hjöbbi, þú ert að hlusta. Gangi vel snúður á morgun. Ég held að það sé verið próf á morgun. Já, gangi vel. Já, gangi vel. Svo það eru 2 harðir á morgun klukkan 4. Við verðum hér á okkar stað frá 4 til 6. Veit ekki hvort að Egil sé búinn að hafa samband með einhverju fleiri ásæri dating-síðu eða hvaða viðbjóð ég að fara að gangi í gegnum hjá honum á morgun. Það verður einhver veislan örugglega. En endilega takk vel á móti Rikka sem ætlar að vera hér með ykkur og við ætlum enda laginu leiðin heim og ég var eiginlega búinn að lofa að því þú varst að segja ég væri svo fyrirsjánlegur. Já. Og manstu á það, þá varst eitthvað að segja þegar ég var að fara í flottulega keppnina, hvað er þetta eitthvað með Pearl Jam eða eitthvað svona? Ói, ekki spila það. Nei, sko málið er að Pearl Jam að spila... Nickelback, þú fýlar örugglega Nickelback. Nei, ég fýla ekki Nickelback. Þú það ljúa. Með Nickelback. Ertu með það? Er ennþá með það? Allt í liði. Það er bara Dolly bara umhafinn í einhverjum teppum. Hann fýlar Nickelback. Nei, ég ætla að spila Pearl Jam því að þeir eru að spila í kvöld á gamla gögnum. Já, og fer svo bara heim og horfa Friends. Já, horfa Friends og King of Queens og Panta með Dominos. Það er það sem ég geri, en ég minni að það eru tribute-tónleikar með Pearl Jam á gögnum í kvöld. Það var 300 mann síðast, tróðfullt, vonandi verið jafnmargir í kvöld og lagið á leiðinni heim einmitt tileinkað þessum tónleikum og þetta að mínum að eitt besta lag sem gert hefur verið. Þórunn, hrikalega gaman að vera með þér. Sömuleiðis. Og takk ég vel á mig Rikka. Og Egill, við sjáum þetta morgun. 4-6, 2 harðir. Þetta lag heitir Black og hvort sem þú fílar Pearl Jam eða ekki, þá átt að fíla þetta lag, þetta er það gott. Takk fyrir hlustunum í dag og heyrumst á morgun. Fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad Mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac Mini og MacBook Pro. Tölvulistinn. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engum allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Stefnir í 7.000 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvaða er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöðin FM 957.